Ég að afmjúta þetta, já þetta heyrir svona. Ég hef kannski mátt bara nota mikrofónin. Sjáum til hvað það verður. En Guð er góður, miskunn hans varir að eilífu. Og það sem ég langar til þess að tala við ykkur núna í dag, það snertir samtíman okkar. Það verður að reyna að loka á okkur, hafið tekið til því. Það eru svona þingkonur. Það eru að reyna að sauma svolítið að því sem kallað sértrúarsöfnuðir og ég veit ekki hvernig það skilgreina það, en sem strákur þá hef ég setið undir því að vera flokkaður sem sértrúarmaður og mér fannst mjög góð lýsing hjá honum Davíð Þór Jónsssyni séra í Laugarneskirkju. Hann sagði sko, það er munur á sértrú eða sértrú. Við erum sértrúar. Það þýðir við erum sjálfstæður söfnuður. Við erum ekki rekin af ríkinu. Það er ekki íslensk lög sem að þurfa að stýra hvað við gerum og segjum. Við erum bundin við það sem að stendur í þessari heilugu bók og við kallum ritninguna. Það er sértrú á Íslandi. Sem þýðir þá með öðrum orðum að Íslendingar eru ekki bundnir við það sem sagt er í bókinni. Og það er svolítið alvarlegt ef að við sem erum frjáls kristinn og förum eftir bókinni, ef að við teljumst vera svo hættuleg að það megi fara að sauma að okkur og svona þrengja helst að taka frá okkur sóknargjöld. Það var ekki ég sem að tók ákvörðun það að ég þyrfti að borga sóknargjald. Ríkið gerði það. Það voru þingmenn og þeir sögðu sóknargjaldið til þess að allir borgi svipað í kirkjuþjónustu sína. Ef að þetta var löggjafans lög og ákvörðun, þá þurfa þeir að læra að standa við sín orð. Þeir þurfa að vera orðheldnir. Megum við fara fram á það að lög á Íslandi þau haldi. Megum við fara fram á það að réttindin okkar sem að flokkast líkundi mannréttindi, það er að segja að vera frjáls til að trúa að það haldi líka. Og við erum svona spyrjandi það, veitu, hvert erum við að fara? Kitti var að minnast á það sem að gerast í Kanada. Þetta er eitt af þessum lýðfrjálsu ríkum veraldarinnar. Af hverju vera að sauma að okkur? Þetta er nefnilega ekki nýtt. Ef við förum að skoða, og mér langar til þess að við skoðum svolítið ritningarnar og ég ætla að fara með ykkur inn í tíma Jesú Krists. Þegar við förum að lesa Jesú og hvað guðspjallamennirnir eru að segja, þá er alveg greinilegt að það voru samantekin ráð stjórnendana í Ísrael að sauma að Jesú Kristi. Hann var álitinn stórhættulegur. Hafið þið vitað það? Og við sem erum kristinna trúar, við erum þar að leiðandi í sömu sporum. Við erum stórhættuleg. Því að fangelsin geta breyst, heimurinn getur breyst, Ísland getur breyst og við erum að segja, Drottinn gefðu vakningu á Íslandi. Ef vakning kemur yfir þetta land, það gjörbreytist. Og má ekki margt breytast. Jú, ég held það. Við skulum komið með mér, ég ætla að fara með ykkur í Markúsar Guðspjallið, 12. kapitulan og við skulum fara í vers sem að snertir kaflanum keisaran og Guð. Þetta er vers 14. Þeir komu til hans. Og hver er þessi þeir? Jú, þetta voru farisear og saddúkear og Heródesar sinnar. Þeir komu til hans. Og smjaðrið alveg uppmálað og þeir segja við hann, meistari, við vitum að þú ert sannorður. Amen. Þetta er mjög gott veganesti fyrir þig sem vilt vera kristinna trúar. Hann er sannorður og þetta eru andstæðingarna sem er að tala, skiljiði. Þetta er ekki bara Markús sem er að skrifa. Hann segir hvað andstæðingarna sögðu Jesú. Þú ert sannorður, hirðir ekki álit neins, enda gjörið þú þér engan mannamun. Heldur kennir Guðs veg í sannleika. Og ætla aðeins að stoppa hér. Þetta er náttúrulega alveg frábært veganesti. Þegar við tölum Jesú Krist, þetta er vegurinn sem hann fór. Hann var sannorður, hann kendi Guðs veg í sannleika, hann hirti ekki álit neins.
Hvað gerum við þegar við heyrum eitthvað álit annarra manna? Er ég eitthvað með skrítið álit? Er ég eitthvað öðruvísi? Er ég eitthvað svona brenglaður í þessu? Nei, við þurfum ekkert að vera það. Heimurinn og gyðingarnir, þeir lentu í þessu að þeir sáu Jesú sem hinn sannorða mann, hirti ekki álit nokkurs manns og hann var ekki að spyrja menn samþykki. Má ég segja þetta eða má ég segja hitt? Hann sagði það sem þurfti að heyrast. Þetta mjög góð kenning fyrir kennimenn safnaðarins. Og ég ætla bara að láta ykkur vita að ég tek þetta líka í ljósi þess sem að gerist ekki alls fyrir löngu. Það var kirkjuþingin í haust. Og á kirkjuþingi þá kom þessi furðulega setning frá kirkjunni. Þegar þeir settu í blöðin, þeir þurfa að spyrja þjóðina hvað hún vill heyra. Það ekki lýðræði í því að segja það sem Jesús Kristur hefur talað. Það bara eðlilegt. Við þurfum ekki að spyrja aðra hvað Jesús Kristur kenndi. Við höfum söguna í Biblíunni. Og Markús gerir okkur grein fyrir þessu. Meistari, við vitum að þú ert sannorður, hirðir ekki álit neins, enda gjörir þú þér engan mannamun, heldur kennir Guðs veg í sannleika. Máttu heyra Guðs veg? Hver Guðs vegur? Það var einu sinni maður sem var í kirkju og hann spurði, hann var lesið í Davíðssálmunum að allt það sem fer vegu hafsins, og hann fór að spyrja, hvað vegir hafsins? Og fyrir bragðið þá fór hann að leggja stund á rannsóknir og hann var faðir haffræðinnar sem kennd við háskóla víða í heiminum. Hann fékk þetta úr orði Guðs. Hverjir eru vegir hafsins? Og Kristur talar hér að hann kennir Guðs veg í sannleika. Eigum aðeins að athuga hver Guðs vegurinn? Nikodémus, Jóhannes 3, hann kemur til Jesú nótt. Og hvað segir hann við Jesú Krist? Nikodémus var ekki kristinn, athugaðu. Þetta var bara gyðingur, farisei, vandaður maður, góður kall, og ég alveg handviss það að ef Nikodémus hefði komið hingað inn, hann hefði fundið sér bara mjög vel heima meðal okkar. Hann hefði kannski verið svolítið skrítinn í klæðaburði, en við höfum alveg þolað það. Því að þeir sem voru klæddir svona fyrir 2000 árum, þeir tollu ekki í okkar tísku. Þeir voru allavega ekki í jakkafötu með slaufu. En svo kemur Nikodémus til Jesú. Og það segir í öðru versinu, hann kom til Jesú nótt og sagði við hann, Rabbi, við vitum að þú ert lærifaðir kominn frá Guði. Kominn frá Guði. Enginn getur gjört þessi tákn sem þú gjörir, nema Guð sé með honum. Fengur að hafa svona mann í samfélaginu? Ætli gyðingarnir hafi fundið sig í góðri stöðu að maður komi frá Guði. Hann gengur á meðal þeirra, lækna sjúka, breyti vatni í vín. Hugsið ykkur hvað ef hann hefði komið á barina hérna í Reykjavík og allt var orðið tómt og hann hefði bara sagt, blessað, settu vatn í glösin, ég skal sjá afganginn. Hann væri örugglega vinsalasti Reykvíkingurinn meðan vín flóir. En leið og vínið hættir að flóa, þá hann kannski ekkert endilega svo vinsæll. Og það nefnilega málið í þessu. Stundum þá erum við bara, við samþykjum þá sem að við græðum á. Ef það hyglar að okkur, ef það kemur vel við okkur, þá erum við sæl og sátt. En Jesús sem kennir Guðs veg í sannleika, hvað hann að kenna okkur? Ef aðeins að skoða þennan Guðs veg, ég ætla að fara með ykkur í Mattheus 21. Komið þangað, ég ætla að raða svona niður nokkru ritningastöðum til þess að styðja mál mitt. Þið vitið að þegar við erum að predika, við erum alltaf að taka vitnisburðina og taka sögurnar og við erum að taka ritningavers af því við erum að rökræða. Við erum að styðja það sem við erum að segja. Í Mattheusar Guðspjalli, 21. kapitúla, þá kemur í 32. versinu, dásamlegt vers alveg. Og þá segir hann hérna, þetta 32. versið, því að Jóhannes kom til yðar, vísaði veg réttlætis og þér trúðuð honum ekki, en tollheimtumenn og skækjur trúðu honum.
það sáu þér en sneru samt ekki síðar og trúðu honum. Árangurinn hjá Jóhannesi var ekkert endilega 100%. Fræðimenn, farísear, saddúkear, þið vitið, þeir sem áttu sitt trúarsamfélag, þeir fóru ekki að ganga Guðsveg endilega. Þeir héldu sig við flokkinn. Þeir héldu sig við áhrifamátt félagsskaparins. Hversu oft það þannig að menn taka þátt í félagsskap og félagsskapurinn bindur. Við þorum ekki að tala, við þorum ekki að vera, af því að félagarnir, þeir eru ekki alveg sama sinnis og við. Og það alveg sama hvort að félagið Oddfellói, Kívanis eða frímúrarar eða íþróttafélag, þetta allstaðar eitthvað svona höft sem að koma til okkar. Og hér gerist það á dögum Jóhannesar skýrara. Þeir sem voru farísear og saddúkear, þeir þorðu ekki að tilheyra hópnum. Guðs vegur var eiginlega þeim lokaður. Þetta svolítið mikið sorg. Ég ætla að fara með ykkur í Póstólssöguna 13 líka, því að þá Jesús farinn af jörðinni og í Póstólasögunni þá við að tala einmitt þegar Guðs orð að breiðast yfir þjóðirnar sem í kringum Ísrael. Og þeir eru komnir til Sýrlands, þeir eru komnir til Antíokkíu, þeir eru líklega komnir til Egyptalands, í Alexandríu, þannig að Guðs orð farið að hreyfa við öllum trúarsamfélögum á þessu svæði. Og hvað segir í Póstólasögunni 13? Og við förum í 10. versið. Páll postuli, hann í Antíokkíu í Písidíu. Písidía í Tyrklandi. Þetta önnur Antíokkía heldur en í Sýrlandi. Páll postuli kemur til trúboði. Og þegar hann kemur þar að, þá þarna spákona. Og hún fer allt í að hrópa og auglýsa, þessi maður, hann að boða hvað? Sjáum við hvernig 10. versið segir í 13. kapítulunum. Og mér finnst það alveg stórmerkilegt. Það segir að spákona, hann var hjá landshöfðanum Sergius í Pálusi, já, við erum komið þangað, hygnumanni sem hafði boðað þá Barnabas og Sál á fund sinn og fýsti að heyra Guðs orð. Gegn þeim stóð Elímas, það var einmitt hann, töframaðurinn, en svo nafn hans útlagt. Reyndi hann að gjöra landstjóra fráhverfan trúnni. Landstjórin mátti ekki ganga trúnni á hönd. Og Elímas, hann fær allt í einu viðbrögð frá Páli postula. Og Páll, hann að predika, skiljiði. Og heyriði hvað hann að segja við þennan mann sem stendur gegn trúnni. Heyriði hvað hann tala til hans alvarleikan. Hann segir bara, þú djöfuls sonur, takk fyrir. Hvað myndirðu segja ef við notum svona orðaleppa hér? Þú djöfuls sonur, á hvert að standa gegn því sem að Guð hefur sagt. Og sjáu hvað hann segir síðan við hann. Páll hvessir á hann augun. Þú djöfuls sonur, fullur allra véla og flærðar, óvinur alls réttlætis, ætlar þú aldrei að hætta að rangsnúa réttum vegum drottins. Hvernig rangsnera þeim? Maður fullur véla og hann var fullur ranginda, hann var fláttsamur og hann var óvinur alls réttlætis. Hvernig líst ykkur á? Getur það verið að við stöndum frammi fyrir eða á svona gatnamótum í dag? Það verið að reyna að fá okkur til þess að taka ekki þátt í kristna lífinu. Heldur fá okkur inn í hina leiðina. Það sem eru vélabrögð, menn eru sviknir, það eru tál í gangi, það eru alls konar blekkingar. Þú veist, það verið að ljúga að þér. Þú heyrir að þetta svo gott og þetta svo fínt og hlustið bara á þegar menn eru jafnvel að tala að reyna að búa til neyslurými fyrir eiturlyfja sjúklinga. Af því þeir ráði ekki við kringumstæðurnar. Það búið að ljúga að þessu fólki að það getur ekki losnað. Það búið að ljúga að þessu fólki, það engin lausn til. En við erum með fréttir að færa. Lausnin fólgin í því að ganga Jesúm Kristi á hönd. Þetta bara stóra staðreyndin í allri meðferðarpólitíkinni á Íslandi. Þar sem að Jesús Kristur fær að vera með í meðferðinni, þar mesti árangurinn. Megum við heyra þetta? Þetta í skýrslum? Þá menn klóra sér í kollum og segja, já, þetta bara öfgatrúar.
Þetta bara það sem öfgarnar eru að segja. Og ég ætla aðeins að benda ykkur á sem að mér finnst mjög athyglisvert. Ég vona að hann Bjarni geti sett núna upp eina glæru hérna. Þetta glæra sem að ég tók úr myndasafninu mínu. Hún fjallar einmitt rannsóknir sem gerðar voru af félagsmálavísindadeild Háskóla Íslands. Félagsmálavísindamenn komu til Vestmannaeyja. Þeir rannsökuðu félagsmálin, íþróttafélög, alls staðar sem var unglingastarf. Það rannsökuðu þeir og fóru að reyna að sjá hvaða árangur af þessum félagsmálum. Og þegar kemur að þessu, það ekki endilega hægt að setja þetta upp, þá kom niðurstaðan hjá þessu fólki og hún var fólgin í því að þessi mál, þau eru eiginlega í besta farvegi hjá trúfélögunum í Vestmannaeyjum. Hvað gerðu trúfélögin? Hvaða árangri náðu þau í unglingastarfinu? Og það var svo athyglisvert, getur sett þetta upp Torfi? Það var svo athyglisvert að þá kom upp þessi staða að þessi trúfélög, þau náðu þeim árangri að unglingarnir, þeir sem tóku þátt svona kristnu tómstundastarfi, þeir voru ólíklegri til þess að taka þátt í ýktri áhættuhegðun. Hvað þýðir það? Á borð við fíkniefnaneyslu eða óábyrgt kynlíf. Þetta hafði aftrandi áhrif á unglingana að sleppa fram af sér beislinu. Þeir fóru að gæta sín og passa sig vegna þess að þeim var kennt að líkami ykkar musteri heilags anda. Hleypiði heilugum anda að. Og heilagur andi, hann ekki að búa til framhjáhald. Hann ekki að búa til að við höfum frjálst kynlíf og gerum það sem okkur sýnist. Og það sorglegt að vita til þess að meira þess að þjóðþekkta manneskjur, það haft orð á því þær ennþá, þó að þær hafi lent í þessu slysi að breiða kynjasjúkdóma út fyrir einhvern 30 árum, það ekki gleymt enn í dag. Þetta heyrist ekki endilega í fréttum, þetta heyrist á mannamótum þegar menn spjalla konurnar sem urðu til þess að einhver sýktist. Við höfum staðið í þessu sem trúfélög að hjálpa unglingunum að velja rétt. Slepptu tóbakinu, slepptu víninu, slepptu frjálsa kynlífinu. Mega ríkisyfirvaldið vita þetta. Og ég svolítið fegin því að þetta skuli vera í skýrslum frá félagsmálastofnun eða félagsmáladeild háskólans. Þetta geymt vonandi í ráðuneytunum í Reykjavík. Og þegar ráðherrar fer að kanna og alþingismenn fara að kanna hættulega stöðu meðal svona frjálsra trúfélaga, þá vona ég til þess að ég segi, já, þetta gott. Ávöxturinn góður. Ávöxturinn góður. Það nefnilega ekki alveg sama hvaða veg við leyfum okkur að fara. Og mér finnst það alveg stórmerkilegt að þetta skuli vera hjá okkur í fórum okkar. Okkur var kynnt þessi niðurstaða svona 1996-7, þá vorum við suður í Vestmannaeyjum og þá komu þeir, félagsfræðingarnir, og einmitt sögðu frá þessu. Einn af þessum félagsfræðingum, hann prófessor núna í félagsfræði á Akureyri. Hann sendi Brekkuskóla bréf þegar ég var umdeildur og hann krafðist þess að Brekkuskóli gerði eitthvað í málinu. Þá var ég allt í einu orðinn hættulegur unglingunum á Akureyri. Þó sá hann og vissi að það sem við erum að boða og það sem við erum að taka þátt í, það hefur góð áhrif á unglingana, hafði allavega í Vestmannaeyjum. Og ég segi, þetta spurningin Guðs veg. Megum við fara í gömlu leiðina? Megum við fara þangað sem Jeremía talaði skoðið með mig Jeremía. Og við erum að tala svona 600 fyrir Krist. Og við skulum fara í Jeremía eitthvað. 12, hvað var það? Jeremía spádómsmaður eða spámaður, hann segir svo hyklust við okkur
hvernig við eigum að spyrja gömlu göturnar og hamingju leiðina svo að þið geti farið hana. Og ég finnst þetta bara stórmerkilegt, þetta er 8. Svo mælti drottinn fyrir munn Jeremía. Nemið staðar við vegina, lítist spyrjið gömlu göturnar og hamingju leiðina. Og Torfi, ef þú setur aftur upp þessa mynd, þessa niðurstöðu. Hver er hamingjuleið unglinga í dag? Er það að taka þátt í kristnum trúfélögum? Getur það verið að sé akkur fyrir samfélagið að við höldum unglingunum frá neyslu áfengra drykkja eða eiturlyfja? Getur það verið að sé akkur fyrir okkur sem foreldra að synir okkar og dætur þeir gái að sér og fara ekki illa með líkama sína í frjálsu kynlífi? Getur það verið að þetta er þjóðþrifaráð? Og ég segi já, það er þannig. Látið engan blekki ykkur. Og við stöndum fram fyrir nákvæmlega samskonar atriðum og Jeremía talaði Spyrjum gömlu göturnar. Hver er hamingju leiðin? Hvaða götur liggja greiðar fyrir okkur? Sumar eru heflaðar af ríkisvaldinu. Sumum er viðhaldið af spillingaröflunum. Aðrar það verið að loka á þær af því það verið að segja, þetta fer svo illa með börnin. Þetta er svo skelfilegt að börn skuli alast upp við það að mamma og pappi segja nei. Hver elur ekki börnin sín upp við það að þú segir já eða nei? Það er hluti af uppeldinu að þú hafi vit fyrir barninu þínu. Og það er bara engin kúgun. Við erum að leiða barnið í gegnum ákveðna þrengingatíma og við erum að reyna að fá það inn á slétta braut. Svo þurfum við ekki að líta tilbaka og segja, af hverju gerði ég þetta? Af hverju kom þetta fyrir mig? Þeir býta á jaxlinn og segja, hvað er svona ástand lengi að líða hjá? Ég man eftir einum gömlu manni, hann var nýrætt þegar hann sagði mér frá þessu. Hann sagði, það er svo skrítið með þjófnaðinn. Ég er bara lítið strákur. Á stali litlum blýant. Ég man ennþá eftir því. Hann var kominn að nýræðu þegar hann sagði mér frá þessu. Hann var eitthvað 3-4 ára gamall þegar hann stal litla blýantinum. Ég man ennþá eftir því. Og það var þekkt í Danmörku. Það var eiginlega bara gleði efni. Danskir hvítasunnumenn komu saman á mót. Það var sumamót í Danmörku. Og það stendur gömul kona upp og hún vildi fá að vitna. Hún kom upp á pallinn og sagði, ég var í húsmæðraskóla í Danmörku. Ég held að það veri húsmæðraskóli. Og þegar skóla lauk, þá stal ég skærum. Og ég fór með þau heim. Svo mundi ég alltaf, þegar ég tók þessi skæru og notaði, þetta voru skæri sem ég stal úr skólanum. Og á leiðinu hingað, sá hann, þá ákvað ég að skila skærunum. Fór í skólan og baðst fyrirgefningar. Það var ekkert af þessu fólki sem kendi henni eftir. Það var alveg nýtt fólk og hún hitti skólastýruna og segir inn í söguna, ég var í þessum skóla fyrir yfir 50 árum, ég stal þessum skærum og ég veit að þau eru ekki mín. Ég ætla að skila þeim og biðast fyrirgefningar á hafa stolið skærunum. Og skólastýran, hún fór að hlæja. Að stela skærum, það var ekkert mikið mál. En samviskan, hún talaði til konunnar. Og þegar hún sagði frá þessu á mótinu þarna í Danmörku, þá fór allir að hlæja og sögðu, þetta er svo lítil synd. En samviskan, hún var vakandi. Og samviska konunnar var til þess og vitnisburður að fullt af hvítasunumönnum, þeir fóru að taka til í lífi sínu. Hvað hef ég gert? Því að vegur Guðs er ekki vegurinn að stela. Athugið það. Hinn óguðlegi tekur lán og borgar ekki. Það segir Davíðssálmur. Og við stöndum frammi fyrir þessum málum, það er svo margt í gangi og Jeremía sem er að segja við okkur, spyrjið gömlu göturnar, hver sé hamingju leiðin og farið hana svo þið finnið sálum yðar hvíld.
Það skiptir öllu máli. Það Guðs vegurinn sem við eigum að ganga. Hann vegur hvíldar, vegur rósemi, vegur friðarins. Þú veist að þú ert í hendi Guðs. Og við spyrjum, hvað að gerast í heiminum? Ekki allt saman að fara bara, ekki þriðja heimsstyrjöldin að byrja? Jú, hún það. Verið alveg róleg, hún að byrja. Við getum ekki sloppið við hana. Það eina sem öryggið okkar, það að við séum í Guðs hendi. Í Guðs hendi. Og þetta ástand sem í heiminu núna, mennindi stoppaði ekki. Mennindi búa það til, mennindi hleypa þess af stað, en þeir geta ekki stoppað þetta. Af hverju getum við ekki stoppað hjól tilverunar? Það aðeins eitt sem getur það. Það Guð almáttugur. Heyriði hvað að gerast núna? Nú þarf að hækka skatta og verð á olíu. Nú þarf að setja alla bensínbíla og olíubíla út af götunum og það má enginn keyra bensín og olíubíla vegna þess að við erum að eyðileggja andrúmsloftið. Það er global warming eins og þetta sagt á ensku, eða það hamfara hlýnun hjá okkur. Hver stoppar þetta? Munið eftir manninu sem kom borð í bátinn eða hann var vakinn. Og það var mikill veltingur og lærisveinarnir Jesú, þeir voru sjóveikir og hirðir ekki við förumst. Þeir sá alveg endalok tímans hjá sér. Þá stóð Jesús bara við borðstokkinn og sagði, þegi þú, þá hljótt þig. Hann hastaði á vindinn og hann hastaði á öldurnar. Það aðeins eitt sem getur stjórnað veðri. Það aðeins eitt sem getur stoppað þessa hamfara hlýnun. Eigum við að líta til hans, gömlu göturnar, hamingjuleiðina, eigum við að spyrja hann ráða, eigum við að athuga hvað hann myndi segja okkar kringumstæðum. Hann myndi segja, blessaði, brenniði bara olíu. Náttúran sér alveg að hreinsa andrúmsloftið. Þetta svo fullkomin sköpun sem við erum á, að við höfum áður fyrr séð stórkostlega mengun af völdum eldgosa. Það sem menn hafa jafnvel lent í 2 ára tímabili að það kom aldrei sumar á norðurhveli. Það sagt að árið 556 sé erfiðasta ár mannkynssögunnar. Þá var eitt eldfjall, eða trúlega heil eyja, sem sprakk. Og hún sendi svo mikla ösku upp í gufuhvolfið eða himinhjúpinn að það grúði eða það lokaði sólarbirtunni yfir allt norðurhvel jarðar. Það var svo kalt að það var manndauði og mannfellir alla Skandinavíu og lengst suður eftir í miðri Evrópu. Þeir vita þetta af því að geta séð trjástofnana hvað þeir að geyma. Það var bara öskufall. Svo lagaði náttúran sig. Í dag þá bara dettur einhverjum í hug að þetta geti gert. Náttúran svo fullkomlega sköpuð að hún sér að lækna jörðina ef að við hegðum okkur rétt. Að síðustu þetta. Þetta fara með ykkur í Jóhannes 9. Það enda á því. Af því að það kafli sem hefur svona vakið mig svolítið. Verk Guðs opinber, segir þar. Jesús hann læknar blindan mann. Sagan fjallar það. Ég ætla ekki að taka mikið meira af því að taka þessar glæru af torfið þú vilt. Og þá var það þannig að þessir aðilar, þeir vissu þennan blinda mann, hann var hjá Tryggingastofnun og Tryggingastofnun gyðinga var bara fólkin í því að það var sá sem vildi gefa honum pening, hann gat gefa honum pening. Það var engin ríkistyrkur, ekkert sem musterið gaf, maður var bláfátækur og hann bara lifði á því sem væntum þykja fólksins byggði á. Svo kemur Jesús þarna að. Hann skyrpti jörðina. Það segir í 7. versinu að svo mæltu skyrpti hann í jörðina, gjörði leðju úr munnvatninu, strauk leðju í augu hans og sagði við hann, farðu og þvoðu þér í lauginni, Sílóam. Sílóam því sendur. Hann fór og þvoði sér og kom sjáandi. Og þetta náttúrulega mjög eðlilegt að Jesús Kristur sem ber drullu í augun segir við mannin, farðu og þvoðu þér maður, vertu ekki svona skítugur. En það ein hlið á þessu máli, það til skjal í bókasafni Vatikansins
sem segir frá þessari sögu. Og þar kemur fram að þessi maður, hann hafði engin augu. Tóttirnar voru tómar. Og Jesús Kristur, hann tók þess vegna leðjuna, bjó til drullukúlu og setti inn í tóttirnar. Maðurinn vissi ekkert af því. Hann fann bara þetta var blautt og eitthvað hefur hann fundið, farðu og þvoðu þér. Og þegar hann fer og þvær sér, þá þvær hann sér augun sem voru ekki til. Þau höfðu verið sköpuð á þessu stað. Er þetta ekki sá Jesús sem við þurfum á að halda? Og vitið þið hvað samtíminn var búin að ákveða með Jesúm Krist? Komið aðeins hinum megin á blaðsíðuna. Sjáu þið hvað er sagt. Þeir eru að dæma hann og þeir segja, foreldrar hans svöruðu, það er 20. versið, við vitum að þessi maður er sonur okkar og hann fæddist blindur, en hvernig hann er nú orðið sjáandi vitum við ekki, né heldur vitum við hver opnaði augu hans, spyrjið hann sjálfan, hann hefur aldur til, hann getur svara fyrir sig. Svo kemur skýringin. Þetta sögðu foreldrar hans af ótta við gyðinga. Þau voru svo hrædd því að gyðingarnir höfðu samþykkt að ef nokkur játaði að Jesús væri Kristur, þá skyldi hann samkundurækur. Þau voru að varðveita sína félagslegu stöðu. Þó væri ekkert endilega stór og mikil í okkar kringumstæðum eða að okkar áliti, þá höfðu þó sitt pláss í samfélaginu. En þau voru hrædd að verða gerð útskúfuð, samkunduræk. Svo alvarleg var pólitíkin í þá daga. Í dag stöndum við frammi fyrir mjög svipuðum kringumstæðum. Ef að við erum flokkuð af alþingismönnum sem sértrúar, þá getur það þess vegna þýtt að það verið tekin á okkur sóknargjöld, sett á okkur reglur, það verið lokað á okkur og við Kitti þurfum að mæta hjá sýslumönnum til yfirheyrslu, Kitti verður settur inn og í staðis að koma á samkomu hér, þá þurfum við að fara á Litla-Hraun og hitta þar Kitta. Getur það verið að þetta sé andinn sem er að koma yfir okkar samfélag? Og menn segja, spyrjum gömlu göturnar og hamingju leiðina. Og sá sem kennt okkur Guðs veg í sannleika, er ekki eðlilegt að við segjum við hann, já, hvað er það sem þú ert að kenna? Þú sem lækna blinda, þú sem græðir sjúka, hvað ætti kirkjan að kenna okkur? Eigum að spyrja þjóðina hvað hún vilji heyra, eða eigum að spyrja hvað hún þarf að heyra? Hvað þarf þú að heyra? Kæri vinur og áheyrandi, þú þarft að vita það að Jesús Kristur, hann er sendur af Guði, hann er sonur hins hæsta, hann kom inn í þennan heim til þess að bera burt syndir þínar og gera þig að manni sem er sjáandi, heyrandi, sem skynjar að Guði til og hann vil leiða þig inn friðarveginn, þangað þar sem þú færð að eiga frið, þar sem færði eiga réttlæti, þar sem að Drottinn fær að gera sér dýrlegan hjá þér. Ef við segja amen við þessu? Drottinn minn. Þakka þér fyrir að við mögum ganga þinn veg. Ég veit, elskaði Herra, að þú hefur talað mjög einföld orð. En Drottinn minn, það eru svo margir sem að þverskallast, sem eru þrjóskir. Þeir halda að sér nóg að vera barnaskýrður og femdur og síðan lifa sínu eigin lífi. Þeir taka aldrei fram ritningarnar. Svo eru jafnvel beiskir og það er beiskur rót í þeim, þeir eru ósáttir út í allt og alla og jafnvel sjálfa sig vegna þess að ávöxturinn í þeirra lífi er vondur. En Drottinn, þú ert sá sem læknar. Þú ert sá sem fyrirgefur og við biðjum. Komdu nú með hendi þína og anda þinn yfir alla áheyrenduna. Gefðu nýjan náð, gefðu nýjan dag. Gefðu þeim að þau megi snúa við til þín, spyrjum gömlu göturnar og hamingju leiðina og fara hana. Og Jesús, við viljum ekki gleyma því. Þú ert vegurinn, sannleikurinn og lífið. Þinn veg viljum við ganga í Jesú nafni. Amen. Amen. Drottinn blessi ykkur ríkulega og haldi áfram með ykkur. Gjörðu svo vel, Kitti mín. Nú er bara allt. Sjá, allt mitt er þitt.
segir, vorar misgjörðir tók hann á sig. Vorar misgjörðir tók hann á sig. Vorar misgjörðir tók hann á sig. Fyrir hans benjar erum við heil. Við eigum líf í nægtum, frelsi og frið. Fyrir blóðið sem brann á Golgata. Vorar misgjörðir tók hann á sig. Fyrir hans benjar erum við heil. Við eigum líf í nægtum, frelsi og frið. Fyrir blóðið sem brann á Golgata. Takk fyrir blóðið sem greiddi sekt vor og synd. Takk fyrir dýrmætt Jesú blóð. Takk fyrir blóðið sem gefur lækning og líf. Takk fyrir dýrmætt Jesú blóð. Takk fyrir blóðið sem greiddi sekt vor og synd. Takk fyrir dýrmætt Jesú blóð. Takk fyrir blóðið sem gefur lækning og líf. Takk fyrir dýrmætt Jesú blóð. Halleluja. Já, Drottinn, við þökkum fyrir það í nýja sáttmála að þú gerði það allt fyrir mig og Drottinn, þú gerði það fyrir okkur öll. Þakka þér fyrir það, Drottinn, að þú gafst líf þitt og þakka þér, Drottinn minn. Halleluja, í þér eigum við þetta líf og við gefum þínu nafni dýrð í kvöld eða á þessum morgni fyrirgefðu. Gefum þínu nafni dýrð. Gefum þínu nafni dýrð. Þínu nafni dýrð, ó Guð. Halleluja. Takk Jesús. Takk minn Jesús. Amen.